Hérna heyrir maður bara sko, það víbrar allt hérna undir mér. Úss, ég ætla að hverja, það bara svona bara bassahljóðina honi. Finn bara bassabylgjuna ganga hérna yfir. Maður er svona hálf lítill í sér þegar maður, ég held ég sé komin aðeins svo langt upp núna. Ég læt mig hverfa núna, þetta er gott. Ég er hérna meðan Guðjón Vilhelm á línunni. Þú varst á gosstöðunum. Hvernig leit þetta út? Þetta var bara ótrúlega flott. Alveg hrikalega flott að sjá þetta og geta nálgast svona. Það er alveg hægt að ganga að þessu og komast helviti nálgast þessu. Þetta er bara mögnuð upplifun. Hvaða leið fórstu á staðinn? Ég fór hana með nátthaga og fór hana þennan vegslóða frá Suðurstrandaveginum hana fljótlega. Ég þekki ekki alveg, veit ekki nákvæmlega hvað hann heitir þetta. Ég var svo heppinn að hitta á ferðafélaga sem að gæti gæta mig leiðina, satt aftan á mótorhjólinu á mér. Já, hvernig er að komast í návíi við gosið? Geturðu lýst þessu svona, hvernig þetta er? Hvernig krafturinn er þarna? Já, það sko, þetta er náttúrulega komið óvart. Fyrsta lagi hitinn frá hrauninu eðlilega, en maður kemst ekkert nema kannski svona max 2 metra að því, 1,5–2 metra. En ég tók ákvörðin að labba hann upp á fjallið og reyna að komast eins nála gígnum og hægt til þess að upplifa það og það var magnað. Þar fann ég í fyrsta skipti svona, ég var bara næstu hræddur sko. Það var bæði titringun undir löppunum og svo svona bylgjur. Það voru svona einhverja höggbylgjur sem að komu og meldum hann sko. Þannig að það var, og háa náttúrulega eðlilega frá gígnum en bylgjunar, ég hef aldrei getið ímyndað mér að það geti komið svona einhverja höggbylgjur frá sig. Þannig að það var magnað. Þannig að þetta eru gríðarlegir kraftar? Alveg gríðarlegir kraftar og þrátt fyrir að þetta ekki verið öflugt gos og þá held ég að þetta sé bara, þú veist, allan að þetta eru kraftar sem þetta kom mér á orð, hvað þetta eru gríðarlegir kraftar og hvað maður hvað þetta er bara skemmtilegt að sjá þetta og upplifa þetta. Ég hvet bara fólk til að taka töltaðan upp þetta og skoða þetta sko. Nei, þetta er í raun og veru bara góð fjallganga þannig lag. Þetta er bara svona eins og að labba kannski Esjuna að fara hana. Maður þarf að labba hana yfir smá svona fjall og þá er þetta bara, þetta er ekkert langt en maður gæti, ef maður er á mótorhjóli fjórhjóli þá kemst maður ansi nála. Þarf í raun og veru bara að labba kannski hálftíma eða vel út um jeppa. Þá kemst maður slóðan alveg á enda. Þá er þetta kannski svona hálftíma 3 kostar lapp en að goslóðunum. En fegurðinana sem að gosið þetta er niður í svona dal. Þetta er alveg rosalega fallegt sko. Þannig að það má örugglega sprautast hraun þarna í marga daga. Það fer ekki neitt sko. Þetta er bara, getur myndast bara góður hraunpollarinn ef þetta heldur áfram svona. Það er svolítið talað lyktina af gosi. Hvernig upplifir lyktina af þessu? Lyktin er bara eins og gamla skuldina sko. Það er bara líka brennu sína og þetta er bara eins og að vera á gamla skuldina. Það er bara kviknaðin í síninni fyrir aftan mig. Hraunið flæðir hérna fram. Hérna er hraunið að reka hérna fram. Gígur að myndast hérna. Geggjaður gígur. Sullast hérna upp úr. Hann er bara kominn að sínunni. Hiti maður. Góður hiti hérna. Heyrið hraunur renna fram. Djöfull heitt, ég kemst alltaf nær maður. Ég kom bara alveg ný hraun í aðrinn. Mér langar nú að taka með mér eitt stein heim, en þetta er fyrir. Vá. Það er bara að byrja að brenna, það er að byrja að sjór hitni framan. Það er svona meter í þetta hérna með nú. Nú er bara metri í þetta. Það flæðir hérna fram og þetta með pottir fylla þennan dal hérna áður langt til líður. Þetta er bara í svona flottum dalina. Þetta mun pottit fyllast áður langt til líður. Ég er allan að flæða hrauninu yfir. Það held ég að sjálfur hrauninu með hvernig þetta skriður fram. Hefurðu séð gos áður?
Nei, ég bjó í Danmörku þegar það gaus síðast og komst ekki þá. Þannig að ég held ég mista tækifærinu. Þannig að þetta var virkilega kom skemmtilega óvart að geta komist. Þess vegna var maður líka alveg ákveðin að maður skildi upplifa þetta núna. Maður veit aldrei hvernig maður fær að upplifa þetta aftur. Þannig að þetta er þess virði. Ég get alveg sagt það. Það var svo fyndið að það er svo mánuð síðan hann tók í göngutur með vini mínum aðeins Reykjanesi og þá var hann að segja mig frá því að við værum á virkri eldstöð og hann hefur svo mikið jarðfræði og ganga Reykjanesi og ég hugsaði bara já, ok, já. En svo er það vist bara búið að gerast. Það er svona 2 mánuð síðan, vorum að ganga í janúar, þá var hann að fræða mig það geti alltaf gosið hér en maður svona tók í nú svona með sæmilegum fyrirvara, en skrítið, svo er þetta bara búið að gerast. Það verður að passa sig að standa ekki kjur og liggja á sama staðnum, sko. Þetta er bara, vellu bara hérna framhraunið, sko. Ferðast alveg að hraða hérna niður fossinn, sko. Sullast hérna niður allt maður. Nú spáði hvort ég ekki að taka með mér eitt hraunmúla heim. Akkurat það sem ég stend núna var að koma góðu skjálfti að mynda sprungur hérna, akkurat hérna. Ég er hérna ennþá svolítið upp í fjallinu sem gígurinn er. Þetta er aðtilsvert.